Já, komið sæl. Það var ákveðin suðvestanátt í háloftunum yfir landinu í dag og þó við höfum kannski ekki verið að finna mikið fyrir þeim vindi hér niður við yfirborðið eða á láglendi að þá kemur það nú berlega fram í þessari gervitunglamynd hér frá klukkan 2 í dag að það er svona bylgjumynstur í skýjahjólunni yfir landinu og það var til að mynda á Austfjörðum að þar mátti merkja nokkuð greinilega hnúka þeir því að þar var vindur tiltölulega lygn í gær og í nótt en náði síðan vindur náði sér á strik þegar leið á daginn og þar fór því hiti í tæp 13 stig í dag sem var hæsti hiti landsins á Fáskrúðsfirði. En jafnframt var kaldasti staður landsins á þessu sólarhring einnig Fáskrúðsfjörður þar sem að frost var 7 stig síðastliðna nótt. En við erum að fá nýja læðin í myndina hvað varðar morgundaginn. Þetta var nú svona lægðadrag yfir norðvestanverðu landinu og við sjáum hér hreyfimyndin að læðin er að nálgast landið og skilin koma hér inn bara og upp á miðnætti og lægðin klofnar inn í tvennt þegar líður á morgundaginn og við verðum í rauninni með þá lægðadrag yfir landinu og þannig ætla staðan verða fram á fimmtudag þannig að viðbúið að geri úrkomu nokkuð víða og verði meira og minna skýja hjá okkur. En það sem að þessi læði nú að bera með sér er nú svona hlýja tungu af lofti sem að staldra nú svona við hjá okkur allan á morgun en þegar lægðin hún er jafnframt líka að næla sér í kalt loft sem við sjáum hér bleika lit norður af landi og þetta kalda loft ætlar að streyma hér til suðurs í átt að landinu þá þegar nær dregur helginni. En hvað varðar svona þróunina hér í nærumhverfinu þá sjáum við að það bæði náttúrulega þyknar upp á landinu og við fáum skilin þá hér inn á sunnan og vestanvert landið í nótt og getum verið dágóð úrkoma úr þessu skilum á köflum. Og skilin sjálf leita náttúrulega norður yfir landið og hér er staðan þá klukkan 8 í fyrramálið og hitatölur eru nú svona flestar svona bilinu 2 til 6-7 stig og talsverð úrkomi eins og áður sagði bæði vestan og sunnan til á landinu þurft svona mestu á norðausturhorninu þegar þarna er komið við sögu það á nú eftir að breytast því að skilin munu leita norður yfir jökla og heiðar og einnig dágóður austan vindstrengur á undan skilun og gæti jafnvel slegið staðbundið í stormi hér norðvestan til á landinu. En annað kvöld þá erum við með 2 lægðamiðjur í þessu, eina fyrir austaland og aðra fyrir vestan og lægðadrag þar á milli og það svona hefur í för með sér að það verður nokkuð þungbúið og úrkoma finna víða land en hitatölur eru jafnframt svona heldur að fara dalandi og byrja að gera það strax annað kvöld fyrir norðan og úrkoman verður smá saman slítukenndari ef ekki snjókenndari þegar líður á kvöldið. Og þróunin síðan fram til fimmtudags, það breytist ekki mikið svona frá miðvikudagskvöldi fram á fimmtudagsmorgun en erum við með lægðadrag yfir landinu og úrkomuna svona fyrst og fremst að finna norðalands og þá er þetta orðið að mestu leyti slita eða snjókoma en svo við sjáum hér og hitatölur svona bara eða í kringu frostmarki fyrir norðan en nokkru gráðum yfir núlunni hér sunnan til en þegar líður síðan á fimmtudaginn þá skríður nú þetta lægðakerfi hér til suðurs vindáttu verður smá saman norðlægari og það á öllu landinu og það létti þá til sunnanvert landið og kólnar jafnframt norðalands en þetta virðist alltaf að vera mjög tiltölulega þurrt loft þannig að það verður ekki mikil úrkoma í þessari norðlega átt. Hér sjáum við þá stöðuna á fimmtudagskvöld og höldum síðan áfram þróuninni fram á föstudag og við sjáum þá að hvernig þessi norðanáttin tekur yfir hér hjá okkur vissulega eitthvað lægðadrag hér með suðurströndinni sem gæti gefið af sér úrkomu allra síðst en að öðru leyti nokkuð þurrt á landinu öllu og bjart veður jafnvel allana hér á miðvikudag og föstudag þá vestan til á landinu. Og svo ætlar að á laugardaginn þegar komin á helgin að verða nokkuð ákveðin austlæg hjá okkur úrkoma á köflum og það jafnvel víða land en þó ekki miklu mæli. En við skulum segja þetta gott að vera í bili, verið sæl.